Forseti, forstjóri, ársfundagestir. Ég heiti Guðbjörg Hrönn Óskarsdóttir og verkefnisstjóri á Nýsköpunarmiðstöð Íslands. Og næstu mínúturnar ætla ég að segja ykkur frá verkefni sem hefur verið í gangi hjá okkur undanfarin 3 ár. Og þetta verkefni hefur snúist það að skoða möguleika á íslenskri framleiðslu á háhitaeinangrun af tegundinni kalsíumsilikat. Og ég lofa að ég ætla að halda tæknilegum smáatriðum algjörlega í lágmarki, en ég verð að fá aðeins að segja ykkur grunninn á bak við þetta efnasamband, kalsíumsilikatið. Þið sjáu þarna á glærinni að hráefnin sem fara í að búa þetta til, það kísilryk sem gráa hrúgan sem þið sjáu þarna, hvíta hrúgan kalkoxíð sem hitt hráefnið og þessu svo allir blandað saman í vatni og með smá hókus-pókus þá má fá út þessa nálabyggingu, þetta nálaform kalsíumsilikat sem þið sjáu þarna rafeindarsmásjár mynd af til hliðar. Og þetta það sem við höfum verið að skoða í þessu verkefni. Getum við nýtt íslenskt hráefni og byggt upp íslenska framleiðslu til þess að búa þetta til. En upphaf verkefnisins má rekja til þess fræga mánaðar október 2008. Það var ýmislegt í gangi í þjóðfélaginu á þeim tíma, en hjá okkur á efnislíf og orkutæknideild þá vorum við að funda möguleika á einangrun fyrir niðurgrafnar gufulagnir. Og á þessum fundi kom upp sú hugmynd að nota kalsíumsilikat einangrun því að þetta sterk einangrun og hefur gott einangrungildi. Þannig að hún myndi henta vel í slíkt. En svo þegar við fórum að skoða þetta nánar, þá kom í ljós að það töluvert mikið af þessari einangrun flutt inn til landsins. Ekki þó til þess að einangra í röraeinangrun, heldur þetta flutt inn fyrir áliðnaðinn, því að áliðnaðurinn notar þessa einangrun í rafgreiningaker hjá sér. Og það var því úr að við fórum að skoða þetta frekar og komumst að því að við erum með aðgengi að helmingnum á hráefninu sem þarf í þessa vinnslu hér á landi, því að járnblendið upp á Grundartanga, Elkem á Íslandi, sem að framleiða í sinni framleiðslu, þá fellur til kísilryk sem við getum nýtt sem hráefni í þessa vinnslu. Og svo kom fram að við höfum samband við Rio Tinto og Alcan og þeir voru mjög jákvæðir gagnvart því að nýta hugsanlega íslenska framleiðslu í sinn iðnað, í sína kærfóðrun. Þannig að við fórum af stað með verkefni til þess að skoða þennan möguleika á því að hefja svona framleiðslu á Íslandi. Og vorum þá aðalega með tæknilega áherslur til að byrja með. Hægt, það ekki algengt að nýta kísilryk frá járnblendi í þetta, þannig að við vorum ekki alveg viss í fyrstu hvort að það myndi ganga eftir. En það lofaði góðu og þarna 2009 vorum við að vinna í tæknilegri þróun á þessari hugmynd. 2010 komu svo góða fréttir fyrir verkefni því að það fara að berast fréttir af því að hingað sé að horfa fyrirtæki til þess að byggja upp kísilmálmverksmiðjur. En þetta snerti okkur því að við vinnslu kísilmálms þá fellur til kísilryk sem aftur gefur okkur möguleika á að nýta sem hráefni og þannig möguleika á fjölbreyttara hráefnisúrvali. Þannig að við tókum þarna smá snúning og tryggðum það að við skoðum líka kísilryk frá kísilmálmverksmiðjum, hvort að það verði tæknilega fýsilegt að nýta það. Svo kom þarna smá snúningur hjá mér. Ég bætti við einni
einni Snúllu í hópinn minn. Hún mætti á svæðið í ágúst og hefur stjórnað harðri hendi með eldri systur sinni, heimilishaldinu. Ég veit að afinnar að glána með þetta hann í einhvers staðar í hópnum. En þannig að þar fór smá útúrdúr hjá mér. En það lá ekkert niðri vinnan í verkefninu því að á þessum tíma þá lá fyrir að tæknilegu fýsileiki var góður. En hins vegar var líka ljóst að Nýsköpunarmiðstöð Íslands færi aldrei eitt og sjálft út í framleiðslu á einangrunarefnum, þannig að það var okkur mjög mikilvægt að finna samstarfsaðila sem geti tekið við þessari hugmynd og hefði áhuga á að hrinda inn í framkvæmd hjá sér. Og því vorum við mjög glöð þegar við fundum samstarfsaðila í Háhita EHF sem er sprútafyrirtæki í eigu Akranesbæjar. Þeir sýndu þessi verkefni mikinn áhuga og vildu gjarnan skoða þennan möguleika fyrir sig. Og í framhaldinu þá fór af stað könnun á, vissulega vorum við búin að skoða fjárhagslega fýsileika einhverju leyti til, en við fengum sem sagt frekari ráðgjöf og þarna kom inn Skyggni EHF sem gerði viðskiptaáætlun fyrir svona framleiðslu af þessu tagi. Og með hana í farteskinu þá hófst sem sagt leit að fjármagni til þess að gera þennan þetta að sjá hvort að þetta geti orðið að veruleika. Hérna geti risið verksmiðja af þessu tagi. Og þar fór fyrir Háhiti en þeir fengu góða aðstoð frá Íslandsstofu sem að setti sig inn í málið og þeir höfðu samband við nokkur erlend fyrirtæki sem eru starfandi í þessum geira og það er ánægjulegt að segja frá því að 2 stór fyrirtæki sem eru í framleiðslu á einangrun af þessu tagi, Skamol í Danmörku og Industrial Insulation Group í Bandaríkjunum, sýndu strax mikinn áhuga á þessu, á að skoða sem sagt framleiðslu á einangrun hér á landi. Og það var núna bara síðasta mánuði að það var farið í smá víking út til að heimsækja þessi fyrirtæki og kynna fyrir þeim aðstæður hér á landi og verkefni sem við höfum verið að vinna. Og verður spennandi að sjá hvað kemur frekar út úr því. En að lokum þá langar mig til þess að sýna ykkur þessa mynd hér. Því að það sem er svo skemmtilegt við þetta verkefni er að við erum þarna með 2 tegundir af iðnaði sem eru til staðar á Íslandi. Við erum með járnblendið og hugsanlega kísilmálmvinnsluna og þið sjáið afurðirnar hjá þeim þarna hægra megin efst í horninu. Og svo erum við með áliðnaðinn sem vissulega er stöndugur iðnaður hér á landi. Og svo kemur þetta verkefni þar sem við erum að nýta afurðina frá járnblendinu og hugsanlega kísilmálmvinnslunni, auka verðmæti þessarar afurðar með framleiðslu á einangrunarefni úr því hráefni og þannig búa til nýja afurð, verðmætari afurð sem við getum selt til áliðnaðarins og þannig aukið þjónustu við þannig iðnað. Og það er kannski það sem við getum haft í huga að láta ekki tækifærin fram í okkur fara. Við erum með hreinu orkun okkar hér á landi sem stórfyrirtæki í orkufrekum iðnaði munu alltaf sækja í. En það er hægt að gera ýmislegt í kringum þennan orkufreka iðnað sem og hvert auka skref í annarkvort framleiðsluskref eða þjónustuskref inn á þessa iðnaðartegundir þýðir aukin störf og verðmætaaukningu. Þannig að ég vona að það sé eitthvað sem þetta verkefni getur leitt af sér og má svo skoða
vonandi fyrir fleiri hluti. Ég ætla að láta þetta vera loka orðin mín í dag. Ég ætla að fá að setja hérna upp smá þakkarslæði því að ég hef vissulega ekki komið ein að þessu verkefni. Við erum með samstarfsaðila upp á Nýsköpunarmiðstöð, Dr. Guðmund Gunnarsson og Ingólfur Þorbjörnsson, Níels Gíslason, allir komið að þessu verkefni. Við erum með flotta nemendur frá Háskóla Íslands, Benjamin Ingólfsson, Arnar Sveinbjörnsson. Svo Háhiti Íslandsstofa og Skyggni ehf. Sem hafa komið inn í verkefnið og svo fjárhagslegur stuðningur frá Tækniþróunarsjóði, Átaki til atvinnusköpunar og Nýsköpunarsjóði námsmanna. Að lokum langar mig til að þakka ykkur áhorfendur fyrir gott hljóð og takk fyrir mig.